Já, velkomin að Rauðaborðinu á samstöðinu klukkan 8. Það var ekki sagði fréttir hérna, við erum þá að reyna að finna eitthvað fjárhagsgrundul til þess að halda áfram fréttarflutningi, en hérna eru fréttamennirnir samt, Björn Þorláks og Sigurjón Magnús. Gott kvöld. Þetta er ekki stór fréttadagur, það er svolítið timburmenni eftir Grænland, það sem var svona voða spenningur fyrir ykkur fundi sem var síðan ekki neitt. Nei, eins og flestir reiknum með reyndar að það ekki. Jó, ég held að við höfum nú sagt það. Það var svo kam og fór út í smókuna. Já. Það þóttu mörgur smart. Það var veltað fyrir hvort það verði ekki að prins. Ég reykti prins mikið. Og Danir reykja mikið. Þeir voru síðustur allra til þess að hætta að reykja á veitingastöðum. Það manni til því. Má ekki enn reykja á Jónshúsi. Það var bara hægt fyrir ótrúlega fáum árum. Þeir komið þangað. Já. Ég man að það var eitthvað að fá sér að borða eitthvað í Danmörku og það bara alveg hissa og það var allir reykjandi. Það er búið að afleggja það eiginlega í öllum löndum. Drottningin reykti náttúrulega, fyrir opnum tjöldum. Það var reykingar hjá Dönum voru mun meiri þéttbíl heldur en sjábíli. En sko það sem hann náttúrulega... Þetta er eina sem var eftir að ræða eftir fundin. Það var náttúrulega sýnir að hann... Það var ekki mikið. Nei, það var ekki þannig. Bara Bandaríkjamenn tilkynntu það að þeir ætla að taka Grænland. Er ekki stærsta fréttin bara hérna tengd Grænlandi og vilja Trump til yfirtöku á öllum heiminum? Þessi undirskriftasöfnun sem er í gangi núna gagnvart verðandi sendiherra Bandaríkjanna. Sem er að beðast afsökunar. Það kallaði þetta sig efsökun. Að hann beðist afsökunar ef að einhver móðgæðist. Nú, svoleiðis. Þetta heitir efsökun, þetta er ekki afsökun. En hann við ræddum þetta aðeins í Trump-tímanum í gær. Billy Long heitir hann, fyrirvændi þingmaður, fyrstu stuðningsmannum Trump. Hoppaði á Trump-lestina eins og ég held að hann hefði orðað það sjálfur. Það mynda hann á Vísi þar sem hann er ekki bara Make America Great Again, heldur Make Israel Great Again. Það er gaman. Það er svoleiðis kall, sko. Þetta er nú engin hvalreiki á leiðinni hingað til okkar. Þannig í laginu. Já, ég ætla líka að segja það. Þetta er vænskepna úr í höfri farið, sko. En ef þið varð að sækja vinnu og þið ætluðu að koma vel fyrir, þá væri þetta ekki frábær byrjun á starfsferli. Hann er ekki að sækja vinnu í okkur. Hann er búinn að sækja vinnu hjá Trump. Hann fékk vinnu hjá Trump. Og hann er bara að tala við hann. Hann er alveg saman hvað okkur finnst. En kaupið þetta sé bara grín? Þetta ég eigum að taka mark á, það er sagt svona í bakarbyrgjum og það er náttúrulega komið að sumleiti var sumt af því sem Trump var að segja já, menn bara tala svona eins og það sé svona innistæðulust eins og reyndar bakarbyrgistal getur verið, það stundum getur að verið bara svona andstyggilegheit, við nú stundum talað að það sé gott að horfa að hlusta á þjóðmál spjallið til þess að heyra hvernig er talað í bakarbyrgjum Valhallar. Það er eitthvað svoleiðis. En mér finnst þetta að vera svona, þetta er ekki fyndið í hans bakarbyrgi, nema að sé eitthvað til í því, sko. Það eru fáir sem hafa þann húmor sem eru bara með algjörlega fullkomlega absúrt húmor. Það segir eitthvað sem bara meikar engan sens að það sé fyndið. Þú heldur að sé meira bakvið þetta. En erlendir miðlar hafa skrifað þetta mál eins og það sé ekki grín og það hefur verið fjallað að svona stönd geti orðið banabiti Trump, sko. Ef hann ætlar sér of mikið og hratt að með þessari hugmynd að Ísland sé næst á fórnarlamba listanum í aðeins annari stöðu en Danmörk en Grænland af því Grænlandi er ekki fullveldi, er það ekki rétt skilið hjá mér? Þeir eru fullveldi en þeir eru ekki sjálfstæðir. Ég segi það, sko. Raunverulega hefði maður getað sagt að hvað var danski sendin en að utanríkisráðurinn að vappast að það? Því þeir eru bara í ríkjasambandi við Danmörk og það fara Danir með utanríkismál þeirra. En það er ekki þannig að Grænland heyri undir dönsk stjórnvöld. Nei, en í utanríkismálum, þess vegna var hann náttúrulega. En það hefur aðeins verið fjallað að þessi heimskulegi brandari, ef þetta er brandari hjá þessum verðandi sendiherra Íslendinga, að hann hafi augrað og ítt á takka og efli mótstöðu og hraðinni. Ég held að þetta skipti engu máli innan Bandaríkjanna, sko. Ég held að enginn í Nei, alveg saman, sko. En það bara hér eins og þú segir, það er undirskrift á söfnunum að afþakka hennan kvalreika. Ég var eitthvað að skoða svona fylgið við Trump. Það er hann er alltaf í svona 42%
sem eru sátt við hann, Bandaríkjunum, 54% ósátt. Og það hefur verið svona, hann hefur verið með mesta stuðningin, það hefur fallið minnst stuðningur hans við hann í innflytjendamálum, en hann líka að falla. En síðan það er verðbólgan, efnahagsmálin, sem eru að grafa undan honum. Sko. Ég held að það sé það sem mun skipta máli í Bandaríkjunum, ekki Venezuela eða Grænland, ég held ekki. Sko. En hann þannig að selja. Sömu vandamál og Kristrún Frostadóttir stendur fram með fyrir núna hér á landi. Það er verðbólgan. Hann fann að selja olíu frá Venezuela. Hágeð olíu. Það segir hann, já. Trump. Hann segir það. Já. Það er bara að taka olíuna, hún mun öll fara til Bandaríkjanna og bandarísk olíufyrirtæki munu endurreisa olíuðinaðin í Venezuela. Allir forstjórar, allir stærstu fyrirtækina segja að svo verði ekki. Þannig að það er bara svolítið munur á því sem hann er líka heldur ræður og segir að hann sé búin að berja niður verðbólguna. Hún er nákvæmlega sama og var þegar hann kom. En hefur hann látið taka mynda sér með sleggju? Nei. En hann hefur sagði eitt, þegar ég kom að þá var mesta verðbólga sem hafi verið í sögu Bandaríkjanna. Og enginn vissi alveg hvað hann að tala um. Sko. Það kom svona kúfur í verðbólgunni eftir COVID 2003, en var meira minna búið að sjatna niður í eitthvað svona 3,5%. 2023. Og var búin að sjatna niður í svona þessi 3,5% áður hann kom. En hann var að tala um að hann hefði unnið á það. Það er bara... Það var Stevie Joe sem gerir það. Það var raunverulega þannig. Og svo var náttúrulega verðbólgukúfurinn þar, ég man ekki alveg hvað hann fór upp í, það var 7-8%. En þú þarft ekki að fara nema bara í hruni 2008 eða ég tala ekki um í kreppuna og eitthvað fleira til að vinna eitthvað. Og hann var eitthvað að segja, maður voru eitthvað að finna að því að ég sagði að þetta væri mesta verðbólga í sögunni sem ég barði niður, sem hann náttúrulega gerði ekki. Þannig að sem svo ég ætti að segja að þetta væri mesta verðbólga í 49 ár, sem þá svona 1980 eða svona olíu kreppu verðbólgan á Jimmy Carter tímanum. Og ég er að skipta bara yfir það. Þetta er ekki mesta verðbólga sem hefur verið í sögunni, sem þetta var aldrei. Heldur mesta verðbólga í 49 ár og það eru 2 kúar sem eru hærrið það á leiðinni. Sko. Hann er náttúrulega ævintýralegur maður. Já, ég verið að fylgja svolítið með honum og mér finnst ruglið í honum verða alltaf meira og meira. Sko. Nefn að ég sé bara, talaðum í sem þól við myglu er þannig að það er að grafast undan því en þú verður ekkert varfið það fyrir allt í einu bara þólur ekki myglu. Þannig að það getur verið að ég sé búin að hlusta svo mikið á hann og var að reyna að fylgjast með þessu að allt í einu sem ég bara komin í það ég bara þóli ekki meira rugl frá Donald Trump. Voru ekki aðeins að fjalla um það í Trump-tímanum í gær að hann væri að eldast og sæjust mörk á því? Mér finnst það ótrúlegt að hlusta á þetta. Og ég velti fyrir mér að eins og Þorgerður Katrín og fleiri sem er eitthvað að tala um Bandaríkin, og Kristrún í viðtalinu. Þessu traust samskipti við Bandaríkin. Ekki er það að horfa á þetta, hvernig hann talar. Mér finnst þetta orðið ótrúlegt mál orðið Nei, það er þá allan með aðstofmenn til að hlusta á þetta. Og hann var hann að hóta, ég ætla að breyta þessu í Trump-tímann. Hann var að hóta því núna í dag að setja svoköldu uppreisnarlög, að skilgreina að það væri bara uppreisning gangi í Minnesota út af mótmælunum, út af morðinu sem að ICE, hinn vopnaða útlendingastofnun framdi. Skaut upp hana. Hann ætlar að setja skilgreina að segja bara uppreisn og hann getur sett herrlög. Þetta er bara komið svo langt Þannig að mér finnst stundum svona, ef þetta er svona, ég er ekki að segja að það verði endilega þannig, en eigum við ekki að horfa á það alveg þannig. Eigum við til þess ekki að ræða það hvernig er NATO án Bandaríkjanna. Og þá náttúrulega kemur ljós að NATO án Bandaríkjanna er ekki neitt. Við skulum að tala um það, við skulum ekki vera að blekkja okkur að það sé til eitthvað fyrirbyrði sem heitir NATO. Ef að það er ekki hægt að stóla á Bandaríkjanna, þá er það ekki til og þá er þetta bara, það er eitthvað dót sem að Frakkar eiga og Bretar. Þeir eiga nú einhver kjarnorkuvopn, ég veit ekki hvað það er. En þú veist, bara að fara að skoða það, hvað það er. Þannig að það er eins og Þorgerður Katrín segir að utanríkismál eru innanríkismál á Íslandi. Já. Það eru kannski stærsti málin. Helst innanlandsmálin. Mér finnst þetta sem fólk talar helst um. Við vorum með prófkjörslag Samfylkingarinnar í gær og mér finnst fólk vil tala um það við mig. Já. Ég hef ekki ennþá til neitt sem hefur sýnt áhuga á Viðreisn, kannski er ég lokar í einhverju búblu, þessi bara engin Viðreisnarmaður í minni búblu. Ég hef ekki séð neitt áhuga á því. Það er sikur frétt um það. Nei.
Nei. Ég heldur þetta klárist ekki fyrir en tilkynningaskyldan fyrir en á morgun. Já. 16. Þannig að kannski fólk að bara bíða. Já, getur verið. Við ætlum að reyna að fá þau eða ekki í spjall í næstu viku. Jú, það er náttúrulega mjög stutt í úrslit í prófkjöri Samfylkingarinnar. Hvað er 15 í dag? 9 dagar? Þá liggur þetta fyrir. Ég held að við erum snart að klára fyrir mánaðamótin. En hvað lesið út úr þessu með Pétur Marteinsson og Skerjafjarðarlóðirnar? Mér finnst þetta ekki gott fyrir hann. Það er eiginlega mesta megin í Reykjavík undanförnum árum eru lóðabraskar sem hafa fengið úthlutað lóðum og selja það síðan næsta við fjalla þetta orkureiknum. Ég held að það hafi verið losað þá 4 milljarðar upp í Ártúnsbrekkunni og þar. Þegar Þorpið keypti þar, þá voru einhverju kallar í Gamma sem að tóku til sín 4,5 milljarðar minni mig þá. Og þetta er bara algjört mein í samfélagið. Það er kannski að leggjast 16 milljónir á hverja íbúð út á lóðabraski. Uppbæðnar í honum er ekki alveg svona háar, en þetta er samt. En fengu Pétur og félagar lóðurnar bara gratist? Þurftur ekkert að borga fyrir þar? Nei, ég er ekki, þeir allavega, þegar hann selur það, þá er hann með miklum hagnaði, sko. Já. Og hann segir að þetta sé raunverulega ekki hagnaður vegna þess að þeir hafi eytt peningunum á leiðinni í að borga arkitektum og svona. En þá kæmi það alltaf fram sem útgreiðsla úr félaginu hans, sem arður. Það er svolítið erfitt að segja að þú sett með, þú gerðir ekki neitt, áttur eitthvað í 5 ár, það er ekki eins og komið skóflustunga, sko. Og þú selur það með miklum hagnaði. Og þú ert að segja að peningurinn hafi farið í arkitektarleiðinni, en hvaðan kom þá arðurinn sem þú greiddir út? Þannig að það er eitthvað... Já. Ég myndi að segja að hann væri í vondum málum, sko. Þannig að Jóli, ef hann er aðal ráðgjafinnes, hann hlýtur að vera... Með magasár. Hver segirðu? Jóli. Hver er það? Formaður ungs jafnaðarmanna fólks, eins og það heitir. Hann er að kynni sig með þessu nafni. Við erum ekki að hæðast á hann með því að... Nei. En svo veit ég ekki hvort kjósendur fara svona djúpt í þessi mál þegar þeir ganga til atkvæða. Það voru nokkrir eftir þáttinn okkar í gærkvöld sem að skrifuðu það á samfélagsmiðlum að Pétur hefði svo mikinn sjarma. Hann myndi bara vinna allur sjarmanum. Já, en ef svo kemur fram að hann hafi kannski ekki sagt satt og rétt frá, ég veit ekki ef það er það. Og hann sé að hagnast 10 milljóna. Það er ekkert verra, sko. Kosningunum 2021, þá voru, held ég, kannski 3 vikur til kosninga. Þetta voru síðustu kosningarna sem að Logi leiddi fyrir Samfylkinguna. En þá var komið í ljós að stjarna Samfylkingarna í þessu kosningu var Kristrún Frostadóttir. Og hún var mjög framalega í öllu. Þá kom Morgunblaðið með frétt það að hún hefði fengið stóran, feitan kaupauka út úr Kvikkubanka. Og þá hvarf hún. Hún eiginlega sást ekki síðustu 10 dagana í kosningabaráttunni. Ég held að hafi verið vegna þess að hún hafi, eins og fólk gerir oft þegar gengur inn í pólitík, þá allt innu bara verður hissa á það hvað er mikil harka, hvað er það sem að þú taldir að ættir svona eitthvað frið, bara ef þú átt hann ekki. Ég held að það verið út af því frekar heldur en að Samfylkingin hafi sagt þess að við skulum fela hana. En mér finnst þetta að vera svipamál. En svo hefur fólk rætt við mig eitt augnablik í þættinum í gær og það er þegar Heiða spyr okkur hvað hún eigi að gera, hvað var þar bílastæðin. Hvað eigum við að gera, spyr hún í þættinum. Ég var búin að spyrja hana að byrja okkur að gera þið ekki. Það er borgarstjóri sem á að segja okkur hvaða lausnir borgarstjóri ekki að leita að ráða hjá okkur strákar. Þetta kom að því að fólk tók eftir klaufanlegu augnablikki. Að ráðherran er alltaf að grípa inn í þetta. Atvinnuvegar ráðherra út af þessu bílastæði okri. Borgarstjóri. Og við spurðum hana, og því hún nefndi það, og þá spurðum við Akkur er borgin ekki búin að gera eitthvað? Þetta er búin ástand sem voru að vera í borginni. Hvenær byrjaði þú fyrst að kvarta yfir bílastæða kostnaði niður í bæ? Ég hef ekki gert opinberlega allavega. Nei, en svona 6-7 ár. Mér fannst að þegar ég þurfti að fara þegar á Hringbraut sinni í viku, fannst mér þetta svolítið mikið, sko. Það er hættulegi kjallari þar sem að 2 geta rukkaði á sama svæði út á milli 1500, 2500 krónur fyrir smá stopp, sko. Það er svolítið mikið, sko. Þannig að mér finnst fólk voru að tala um þetta í 6-7 ár, sko. Þannig mér finnst að borgarstjóri ekki geta sagt eitthvað borgarstjóri á að hafa lausnirnar, sérstaklega þennan er í frambúði. Og mér finnst þetta eitt af því sem fólk kvartar yfir í bænum. Þessi árið erfiðar að búa þetta og þá verður fólk náttúrulega að bregðast við því og kunna eitthvað svör saman með öll þessa umferð og svona.
Það er ekki endalaust þetta, við láta eins og þetta komi bara öllum óvart, sko. Það er allir að það komi öllum óvart í, sko, 3 mánuði. En ekki 3 ár og ekki 30 ár eins og Sundabraut því að vera 30 ára. Já, reyndar nota ég bílastæðhúsin mikið ef ég fer í miðbæinn. Þú hefur engan annan kost, er það? Þú hefur engan annan kost ef þú ferð í miðbæinn en að nota bílastæð. Þau eru svo fá. Já, það er hægt að kaupa svona miða eða ekki. Já. Herðu, en Alþingi kom saman í gær, það voru litla fréttir af því. Já, og ónýttar fyrirspurnir á Alþingi, maður hélt að þeir spurt einhver alvöru mál, Grænland eða eitthvað, en nei, þeir voru bara spurt jólakökur og furstatertu, sko. Það var í matinn í mötunum. Greinilega löngu búin að semja spurningarna, sko. Já, þeir voru ekkert að bregðast við svona því sem er að gerast í heiminum. Það byrjaði ekki með svona sprengjur. Reyndar Ingibjörg Ísaksen sem enn er líklegust til að vera næsti formaður Framsóknarflokksins að ég held. Hún var að spyrja hvort að þeir, sko, Framsókn væri búin að vera með menntamálin í 7 ár. Og hvort að ríkisstjórnin vildi nú ekki stökka á vagnin hjá þeim og laga það sem þarf að gera í menntamálunum sem þau höfðu verið með í 7 ár, sko. Það var afskaplega furðulegu málflutningur. Opinbera rannsókn á Lilju Alfreðsdóttur. Já, og Ásmund Einari. Já. Þetta er mjög sérstakt, sko. Er hún í formannslag með þessari fyrirspurn? Er hún komið í veg fyrir að Lilja... Sigurður Ingi var með henni í þessu reyndar, en hún kom í fyrirspurnina. Já, Sigurður Ingi er ekki Lilju megin, skils mér, Nei, ég held að hann sé að fara að draga tilbaka að hann ætla að hætta, held ég. Finningan kandidat í þetta, hvað er að gera? Ég Willum Engi, sko, veit ekki hvort hann er með fullan stuðning, færi aldrei fram nema að væri vissum að myndi vinna. Það er alls konar blóðugar sögur hann á bakvið sem er ekki verið að fjalla. Það var ein frétt út af þessu blaðamannafundi. Þar kom Jón K. Jakobsen sem er nú komið til okkar, eða ekki? Jú. Faðir drengsins sem að dó á Stuðlum. Já. Hann mætti á fundin. Ég fylgd með blaðamann eða einhverju fjölmiðli sem ég reynda vissi ekki að vera til. Samson.is. Samson.is. Sama letur og Samuel var að skrifa hérna málið. Var hann ekki með blaðamann að passa? Ertu búin að skoða þetta? Hann er með svona passa utan hálsinn. En hann kemur og ávarpar þau sín mál. Og fréttina voru það, þú veist, hvort þetta væri mætti eða hvort þetta hefði verið eitthvað mistök eða hvað. Nei, hvort að þetta var blaðamannafundur, hvort að hann væri blaðamaður. Ég skildi þetta þannig. Já, mér er ekki bara allt í lagi. Ég er ekki að sitja út á það. En mér finnst bara fréttinar alltaf að vera, þú veist, hvort þetta hefði farið eitthvað á böndunum eða eitthvað svona. En maður sem hefur mist son sinn og mér finnst hann alltaf að hafa málfrelsi, sko. Já. En það var ekki tekið af honum. Svo bara ykkur blaðamaður einhver stað sem að má þetta með bara fyrir okkur eitthvað. Þetta var ekkert... Við ætlum að gefa honum málfrelsi hér á Samstöðinni næstu viku. Ég er búin að bóka henni viðtal meðal annars til þess að ræða þetta. Mér finnst þetta svona þetta var eiginlega aðalfréttir frá þinginu í vikunni. Já að svo var eitthvað reyna að sauma að daða má hana, það var ekkert nýtt. Mér finnst eitthvað að þessu hjá ríkisstjórninni. Ef ég verð ríkisstjórninni sem ég er ekki en stjórnarandstöðunni hún bara bregst við það sem hinir gera. Mér finnst að ríkisstjórnin hefði átt að halda fund fyrir þingið og segja að þetta eru málin sem við ætlum að ná í gegn í vetur. Þetta eru verkefnin okkar og bara alveg frá fyrsta degi stýra umræðinni. Þetta þing er komið saman til þess að afgreiða þessi mál. Og hann er að vera einhvern veginn svona þess að þingi bara byrjar í einhverjum ótilbúnum fyrirspötum og einhvern veginn í miðju kafi í einhverju gömlu leikriti sem allir er búin að missa á. Sko. Jóhanna Vigdís fréttamaður Ríkisútvarpsins spáði því í einhverjum útvarpsþætti á Rás 1 held ég í gær, hvort það var Samfélagið nærmynd eða hvað það var, að það myndi ekki mikið ganga undan ríkisstjórninni. Og hún taldi að það færi mjög mikil tíma í gamla máli bókun 35 afsikið. Og ég er sammálaður. Það er eins og að sko ríkisstjórnin sjái fram á bara að það verði erfitt að setja málið á dagskrá og koma þeim áfram og það hlýtur að vera aðalástæði þess að þau segja okkur ekki hvað við ætla að gera. Þeim hefur ekki gengið vel hingað til. Nei.
Það strönduðu mál. Það ekki komið málar frá frá. Það gengur ekkert mikið undan þessari stjórn. Það voru mál sem að alveg leikur ljóst fyrir allu þing, þess að það eru mikill meirihluti í þinginu fyrir, eins og til dæmis útlendingamál dómsmálaráðherra. Þau strönduðu í sumar, þau strönduðu aftur í jólin. Og þannig það er eins og sé eitthvað sem að veldur því að þú veist, það er eitthvað ef þú kemur ekki málum í gegn sem engin andstæði við. Það er mitt. Hvað kemur andstæðan til þess við útlendingamálum? Það er ekki andstæða, nema það sé bara þá inn í ríkisstjórninni sjálfri. Já. En ég held að sé bara þannig að til þess að koma einhverjum fjárlónum í gegn, það var eina sem komst í gegn núna, eiginlega. Ekki? Jú, það var bara þannig. Og ég finn að þú varst í þinginu í gamla daga að fylgjast með. Það var aldrei þannig að það væri bara fjárlögin sem komu fyrir jól. Það var alls konar mál. Nei, það var samt oft fætingur, sko. Já, vaka fram á nótt. Milli jól og nýjárs og svona, sko. Já. En þegar þingið hætti skyndilega þarna í sumar, þá var sagt, sko, já, við verðum að henda öllum þessum málum, en við munum bara taka upp þau strax í haust og þá eru þau undirbúin eitthvað svona. Ekkert að þeim málum fóru í gegn. Nei. Þannig það er eitthvað. Ég held að ríkisstjórnin ætti að fara, þeir finnst þau ganga vel hjá ríkisstjórninni. Þeir finnst hún afgreiða nógu mörg mál. Já. Finnst þér? Finnst þér afgreiða? Nei, finnst þér ríkisstjórnin ganga vel undan henni? Nei. Það má bæði setja spurningamerki við vaxta málin og verðbólguna og verkstjórnar hugtakið. Þetta á að vera svo mikil verkstjórn. Það endar sem einhver brandari, sko, ef þau fara ekki að spýti í. Já. Það er eitt sem að auðvitað stýra, þá verður að tala svona inn í hópinn, þannig að allir viti séu samtaka. Við erum með heimsmálin á hverfanda hveli. Þú veist, Þorgerður Katrín fer í alla fjölmiðla nema reynda samstöðuna. Og endurtaktu þetta, sko. Hún talar af alla fjölmiðla nema okkur. Já. Kemur hún ekki hingað? Nei, ég held að vilja ekki að því að hún veit að við verðum með beittari spurningar, ég veit ekki. Á ég að prófa bókana? Já, prófa það. Ég segðu að ég verði ekki við borðið, það kannski kemur þá. En hún kemur og ég myndi ekki segja það að þegar hún mæti að þá séu allir síðan, þetta þá, það er ekki þannig, sko. Hún er frekar að svona gefa, hún bara talar í og úr einhvern veginn. Þú veist, það er ekki eins og þau sem eitthvað plan, hafið tilfinninguna ríkisstjórnin sem eitthvað plan. Í sambandi við utanríkismál eða öryggismál Íslands eða eitthvað, ég verð ekki verið það. Nei, ég tristi mig ekki til að segja til það. Okay. Það er vaxandi atvinnuleysi. Það er verðbólgan er ansi slæm. Það var ekki 70-80% af þeir sem eitthvað fyrirtækir að segja þeir ætla að segja fólki. Þannig að atvinnuhorfur eru slæmar. Nú erum við með 2 hagfræðinga í efnahagsráðuneytinu og forsætisráðuneytinu. Mættu þeir að koma, það sem við erum að fara í gegnum, það er þetta og það við ætlum að gera með þessum hætti og það er ekki svoleiðis samtal. Ekki svo við vitum. Nei. Sko, vilji okkar Birgis á Akranesi, út af hvað verðbólguna að vaksa, þá segir hann, nú byrjað milljarða flutningu frá skuldugum heimilum yfir til fjármagnseigenda. Sko milljarða. Ég held að hann hafi reiknað daginn að sko bara ákvörðunum að hækka gjaldið á bílana. Það eru 14 milljarðar sem við þurfum að borga til fjármagnseigenda. Stóri ykkur verðbólgu. Já, bara þetta eina atriði, það eru 14 milljarðar. Og þú verður náttúrulega eins og kallaða atriðsetta, þú verður að tala þetta. Þú getur ekki látið Villa og stjórnarandstöðuna það. Mér finnst þetta vanta í ríkisstjórninni. Það er líka allir lagi að sé formaður starfsgreinasambandsins sé vakandi fyrir svo tala það. Ég er ekki hvort yfir hans að gera það, mér finnst að hinn er að hafa forustun í málinu. Og við erum þá líka að fá Villa til okkar sem búin að láta reiknandi út fyrir sig. Það vantar mögulega eitthvað í stærstu málin þegar sólarhengsumræðan er dag eftir dag læsi barna. Og mitti marga Inga greinlega Inga mitti marga greinlega. Já, hún líka er ekki svolítið að koma í ljós að það sem hún var að segja var ekki alveg, hún var ekki hárnákvæmt. Hún var að kenna kennslu í byrjandalæsi og svo koma allir skólamennir og segja að það stenst ekki, við sjáum engan mun, það voru að tala um að það væri byrjandalæsi sem að væri þess valdandi að drengir
útskriðust ólæsir. Já. En mér finnst það umræðan snýrst líka svolítið hvort að það gefa út einkunnir í tölustafum eða bókstöfum og máli getur ekki snúist það. Ef það vandamálið, þá ekkert vandamál í íslensku menntakerfi, ekki neitt. Ekki í íslensku þjóðfélagi bara. Nei, bara þá getum við bara, þá getum við bara að fara heim og haft það gott, sko. Hvort að sé B plus 7,5. Það ekki. Ég er nú hrifnar að tölustofunum samt, sko. Og því að það bóðið upp á rifrildu þetta, þá ætla ég að skella mig í það. Herðu, við ætlum að vera með ýmislegt í þættinu. Hérna eftir kemur það sem kallað altunga í birtingi. Maðurinn sem segir að við lifum í allra besta heimi, allra bestra heima. Já, og færi fyrir Gíslason, hann kallað frumkvöld, ekki? Jú, hjá Gritt, hann Hjálmar er áhugaverður náungi. Hann ekki bara einhver businessmaður út í bæ, hann hefur líka sýnt rekstri fjölmiðla mjög mikið áhuga, var einn af aðaleigendum Kjarnans áður og hefur svona verið Sittur það núna í fúlu minnihluta? Já, hefur verið með samfélagslegt erindi svona á einvörum og honum var það á að skrifa eftir, það var aðalega eftir fréttaannál Ríkisútvarpsins sem er eins og ár eftir ár og áratug eftir áratug, það 99% þeirra viðburða sem eru nefndir þar eru neikvæðir með einhverjum hætti og hann fór að benda á það að margt hefði aldrei gengið betur í heiminum heldur en á árinu 2025 og eftir að hann talaði í Kastljósi daginn þá Sólveig Anna Jónsdóttir, hún hjólaði í hann og sagði hann fullan af forréttindablindu og þegar hann væri að ýta því að heimurinn væri bara æðislegur líka sko, ekki bara slæmur og það var það voru margar spurningar sem að kviknuðu hjá mér sem bara blaðamanni og svona Íslendingi og veraldar veru þannig að Hjálmar kemur hér í mjög ítalegt og mörguleiti finnst mér áhugavert viðtal í kvöld, við ætlum að byrja dagskrána því. Hann hefur lengi haldið fram sjónarmiðum sem hvað heitir hann sænski læknirinn sem var alltaf að benda á að það hefur aldrei verið færri stríð og aldrei fleiri sem að hafa unnið sig upp úr fátækt og eitthvað fleira. Og hann hefur í mörg ár verið að endurflytja eiginlega þann boðskap, Hjálmar. Ég sagði stundum þegar það var verið að þylja þetta upp þá sé eiginlega allt sem hefur verið að þylja hann upp eiginlega verk kínverska kommunistaflokksins. Hann sko það sem að honum finnst hafa tekist hvað best til á árinu, það eru Kínverjar og hvernig þeir eru að búa til sólarorku og endurnýjanlega orku og allt það. Þannig að svona til marks það að veröldin ekki svarthvít. Þú varst með einhverja mannesku daginn í viðtali sem að sagði að Kína væri ógeðslegt land og svo rættur við aðra mannesku sem að sagði að Kína væri nefnilega ekki bara ógeðslegt land, þeir eru líka alveg frábært land. Þannig að bara svona, inn í þetta. Já, þegar þú ert búin að tala við Hjálmar, þá ætla ég að tala við Hilmar. Þór Hilmarsson sem er prófessor á Akureyri og komið fastagestur hjá okkur. Vin samstöður hennar. Mikinn vin samstöður hennar. Já, og ég bara tekið eftir því að fólk hlusta mikið á hann. Hendur hann með svolítið svona aðra sýn á heimsmálin heldur en er víða annars þar. En ég tala við hann að því að mér finnst að samfella í því sem hann er að segja sem að passa miklu meira við hvernig hlutinni þróa sko. Og ég veit ekki hvað við komumst yfir sko, það er náttúrulega hægt að tala Grænland og það er hægt að tala Úkraínu, það er hægt að tala Gaza, það er hægt að tala Íran, það er hægt að tala Venesúela. Ég veist að við náum yfir þetta allt saman. Þannig við verðum ekki mest á Grænlandi og kannski aðeins á Úkraínu því að Trump var að senda frá sér eina yfirlýsingu, hann duglegur kallinn. Hann var að segja það að Putin var eiginlega til í að ganga frá þessum samningum en vandamáli var í Zelenski. Þannig að hann er núna á þeirri blaðsíðunni, Trump. Hann er ekki alltaf sömu blaðsíðunni, en núna er hann á þessari blaðsíðu. Og þegar það er búið þá alltaf verður nýjung við Rauðabarðið, þá byrjar íþróttaþáttur. Já, íþróttaþátturinn, bekkurinn. Og ég ákvað að byrja með fá til mín bara 2 margreinda og rómaða íþróttafréttamenn, Guðjón Guðmundsson Gaupa og Arnar Björnsson. Það okkar bestu menn. Já, og það náttúrulega, eðlilega er það handboltalandslið sem er í
sem er náttúrulega búin að marg vinna mótið áður en lagt af stað. Það er pressa á íslenska hann nú grína þessu sko. En það er pressa á þeim. Þeir verða að standa sig nú. Það var líka sem síðast og þar áður. Ekki þar áður. Þá var fyrsta árið að Snorra og þetta mátti fara illa fyrir 2 árum. Í fyrra átti þetta fara betur en það fór. Við varum rosalega óheppin, alltaf bara einhvern markahlutfall. En núna verða þeir að standa sig vel. Já, hann er sko, já, þegar landsleikur á morgun við Ítali og það er sem sagt sýndviðin ekki gefin eftir sem segja þessi strákar sem allt vita þetta. Já, ég er alltaf svolítið svag fyrir Ítölum. Mér finnst alltaf ítalski landsliðsbúningurinn alltaf flottasti búningurinn, alltaf í fótbolta. Það er fótbolta. Það er alltaf sé ekki svipaði landsliðsbúningarnir í. Já, það er sá sem að velur landsliðsbúningin á Ítalíu, hann er betri í því heldur en allir aðrir. Það er ekkert blátt í þeirra þjóðfána. Nei, þetta er bláu, það er sama á, ég held þessu kallaði bláir, það er ekki, sama á frakkanir, það kallaði sittlið bláa. Já. En Sigurjón, þora þeir Arnar og Gaupi ekki að vera bjartsýnir fyrir okkar hönd? Aðalega spenntir, heyrðis mér á það. Aðalega spenntir? Já. Jó, það er svona, þetta verður bara að gerast, sko. Það er þannig að ef þú ert að fara í svona mót, þá er nú skemmtilega að fara inn í það bara byrja á fyrsta kaflanum. Ekki vera bara alltaf spenntur yfir einhvern bókin endar, sko. Nei. Þú getur ekki bara endað í... Já. Þú verður að njóta þess að fara leiðina líka. Smári bent okkur á að ég gæri fyrir að Ungverjar hafa ofta runnið okkur en við þá á liðnum árum. Og þessari öld. Á þessari öld, já. Bara mjög, taldi ekki 6 leiki, við höfum unnið 1 í jafntefli og þeir hafa unnið okkur 4 sinnum. Þetta er bara, ég man ekki alveg tölum, það getur verið að vera 5 leikir. Ég held sko, ég vissi að þriðjudagskvöldið væri erfitt framöndan, en ert þú að segja að annað kvöld sé líka erfitt og líka sunnudagskvöldið? Allt kvöld. Okay. Allt mótið, sko, þetta hérna er bara þannig. Svo finnst mér, ég er að reyna að venja mig af íþróttaáhuga. Það er ekki hægt. Það er svona keppni, þess vegna nenni ég ekki HM næsta sumar, af því það eru 100 leikir. Ég nefnilega læriði það að leiðin til þess að hafa gaman að HM er að horfa á allt fara í gegnum riðlana, því að þegar þú kemur í 16. úrslitin þá þarf þetta að vera að þekkja liðin. Þannig ef þú ætlar bara að horfa á þriðjudagsleikinn, að þá missur þú eiginlega af kynningu persóna sem er mjög mikilvægur þáttur í öllum skálsögum. Það er allt eða ekkert. Já, það er bara annarkvort tekur þetta allt eða sleppur. Herðu, en varðandi landsliðsþjálfarana sem að þú ert að í að, ef að við lendum í 10. sæti, er hann ekki búin að missa vinnuna? Nei. Nú, 12. sæti? Ég veit það ekki. Ég er að spyrja þig. Ég segja sko 3 ár, hann hafi 3 ár og hafi verið stígandi í þessu í hánum. En við lendum ekki inn einu 10. sæti. Ég er að spyrja bara. Veistu hvað mér dettur í huga Snorri myndi sjálfur gera ef við myndum enda í 10. sæti? Mér bara dettur í huga hann myndi sjálfur segja upp. Hann er svo mikil prinsip maður að Snorri. Ég þekki hann mjög vel í gegnum. 10. sæti þá segir hann upp. 8. sæti? Þá kemst hann í er ekki 8 lið í undanúrslitum? Nei, það eru bara 4 lið í undanúrslitum. Já, 4 í undanúrslitum en til að komast áfram úr eru beint úr riðlunum eða í þessum milliriðlunum. Það er bara 4 sæti. Í 8 úrslit. Eru þið ekki 8? Er það ekki? Jú, það lítur að vera. Ef hann sko kemst áfram úr milliriðlunum í 8 liða úrslit, þá myndi ég segja Nei, í 4 liða þá. Já, 4. Já, ef það er bara 4 sæti, það er ekki krafan, finnst mér hjá íslenskum almenningi að þeir komist í 4 liða úrslit. Jú, það er búin að segja það. Við sérfræðingarnir sem hafa verið á RÚV, það er bara krafa þeirra Já, þetta eru menn sem að stíði ölduna maður. En við þurfum að vera nálægt að komast í 4 liða úrslit. Þannig að 10. sæti er langt frá því. Við tökum þetta samtal upp seinna. Það er hérna hvað liggja mörkin. Herðu, þú ætlar að vera í sportinu, ég ætla að fara í leikhúsið. Ég hef gert það farið á sýningar og fengið svo aðstandendur sýningarnar. Ég fór á Óriðstegu sem er sýning sem hefur fengið bara yfir þyrmandi lof, bara allar stjórnundar sem eru til í húsinu. Ertu búin að sjá það? Já, frábær sýning. Frábær sýning, ég veist bara ef þið ætlið að vera, ef þið hafið eitthvað snefil áhuga á menningu, þá verður náttúrulega að horfa á það sem eru sko mestu tíðindin í menningunni á þessu ári. Það er þessi sýning, kannski þetta segja kannski 1 af 3
til 5 atriðum sem eru mikilvægust. Þetta er stórkostleg sýning, þannig að blómstrar bara íslenskt leikhús. Algjörlega. Og ótrúlega áhugaverðt efni, ótrúlega vel leikið, ótrúlega vel uppsett, svakalega góð sögumennska. Þetta er saman að þeir sýningi með hléðum eitthvað svona 4 tíma sem er ekki neitt, sem er svona svipað og hverjanda hveli var í Kanada. Þér fannst það bara að líða eins og nokkra mínútur? Algjörlega. Er þetta ekki Borgarleikhúsinu? Nei, þetta er í kjallara, þetta er ekki kjallara, þetta er kassanum á Þjóðleikhúsinu. Ég er búin að bóka með það og hlakka til að fara og ég ætla að horfa á þessa stórkostlegu leikara sem að verða hjá þér. Þá förum við aftur sem við vorum í áðan sem er svoköldu væntingastjórnun. Þannig þá er betra fyrir þig að fara og ég segi við þig að þetta sé nú ekkert sérstakt. Já. Það er svolítið, sko. Það sem er sérstakt, maður er að þú mynd kannski hafa gaman að þessu, sko. Já, sko það sem er sérstakt er að fólki úr svo ólíkum áttum lofar sýninguna. Já. Það er einhvern veginn. Alls konar leikhúsgaldrar og bara 5 leikarar í algjöru súperstuði. Það er náttúrulega, þóttum að við kannski engan áhuga á söguna, þá getur bara horta á sko, fólk sem er að gera hlutina sína vel. Ég meina, mér finnst gaman að horfa á góða kokka, skera gulrót og ef hann gera það vel, sko. Góðan fótbolta. Já, en það er stundur sem það gerist. Herðu, en hérna í lokin ætlar að tala brennivín. Þú ert alltaf að tala brennivín, Bjössi. Þetta er eiginlega 3. skiptið í vikunni sem við tala brennivín. Þarf ég að skammast mig fyrir það? Það er eitthvað að kallinn. Kannski er eitthvað að samfélaginu. Þið vitið það að stór blaðamaður í Íslandi, Árni Þórarinsson, sem var oft ritstjóri, hann ráðlagði ungum blaðamönnum þegar voru að fara eitthvað viðtöl að spurja trúmál, kynlíf og brennivín. Ástæðan var ekki það að þetta þætti eitthvað svona djúsi mál. Mál er að ef þú spyrðu að þessu þá er alltaf eitthvað saga á baku þetta. Og ég notaði þetta þegar ég var með Fókus, þá var ég bara með órenda blaðamenn. Og ég sendi það með þetta og endaði með þetta var bara fastur dálkur í blaðin sem var bara þetta. En það kemur nefnilega í ljós að það er alltaf svo, fólk hefur óendanlega gaman að tala þetta. Það er alltaf einhverja sögur á baku þetta og þetta eru alvöru mál sem er gaman að tala Ég ætla bara að verja Bjössa. Þakka þér fyrir það, Gunnar Smári. Þetta er gott efni. Já, þeir koma hérna Ólafur Stephensen hjá félagi atvinnurekenda og Árni Guðmundsson forvarnafulltrúi. Sprútsali og ekki sprútsali. Sprútsali og ekki sprútsali með náttúrulega gjörólíka sín á ýmis álitaefni sem eru uppi núna. Meðal þess sem verður rætt er náttúrulega hvernig er verið að tróða áfengi fram nánast upp í börnin okkar á íþróttaviðburðum af því þú ert nú svo mikill íþróttamaður og ert að byrja með nýjan þátt. Það er svona ein skuggaliðin í sambandi við íslenskt íþróttalíf. Það er hérna hvernig áfengi er orðin einhver ráðandi stærð þar á áhorfendaböllum og það er með lögleysu eða löglega netsölu og bara einmitt siðferðislegt og samfélagslegt hlutverk og á ríkið að vera með forvarnar hlutverk og forræðishyggju hlutverk í þessum efnum eða hvað margt að spjalla. Þetta með að vera með áfengi á íþróttavöllum, munið ekki eftir þegar heimsmeistaramótið var að fara til hvert fór það? Til Kúveit? Nei, hvert fór það? Já, Katar. Þá var verið að því að það er bannað að selja áfengi óbyrlega þar. En það er náttúrulega alls konar að má selja hótelum og eitthvað svona. Og þá var verið að deila það. Og það voru eiginlega bara ein knattspyrnusamtök sem lögðu höfuð áherslu og yrði selt brennivín á völlum. Og það var Bretarnir. Það var mjög frægt myndbandaði, þeir voru að koma út af fundunum þetta. Og þá labbaði breski fulltrúin ofan í gósbrunn sem var típist fyrir breska fótboltafullu. Það labbaði ofan í gósbrunnin í hótellobbyinu. En þá voru skrifað svolítið fréttur þetta. Og það er í Danmörku og í Bretlandi, það sem er þetta selt einhver ráði. Annars þar er yfirleitt einhverjar mikla takmarkanir við þessu. Þannig að ég veit ekki af hverju við að taka þetta upp. Þegar allir eru að fara í hin áttina. Allir eru meira og minna takmarketa megi bara selja eða eru sko 2% eitthvað sem var víða eitthvað reglar, sumir bara búin að banna þetta. Ég man að þegar ég bjó út í Frakklandi þá voru þeir að reyna að losna við þetta helvíti. En þá komum við alltaf og segjum að þetta sé að við verðum að hafa frelsi hér til þess að geta verið fullir á fótboltaleik. Þetta eru bara einhver verstu rök sem ég heyrði á árinu sem leið, árinu 2025.
þegar forráðamenn íþróttafélaga sögðu að þeir yrðu að selja áfengi til þess að bjarga sér frá taprekstri íþróttafélagana. Íþróttafélagin eru starfrækt til þess að halda meðal annars ungmennum frá áfengi og svo framvegis. Þannig að þetta eins og að éta eigið útsæði, éta sjálfan tilgang íþróttafélagana. Það verður gaman að hlusta á þetta. Þetta er prógram sem verður í kvöld, rétt eftir auglýsingar þá verður kemur Hjálmar Gíslason, altunga okkar Íslendinga. Bjössi og Sigurjón kærar þakkir og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest og minni á að það sem að drífur samstöðuna áfram er sá hluti áhorfenda sem að gerst áskrifendur og það er þannig fáum við afl til þess að halda þess úti og ef fleiri koma þá getum við haldið áfram að byggja upp samstöðuna sem að við heyrum mjög víða að fólk kann að meta. Þannig ef að þú vilt leggja þitt lóð á lóðaskálanda þá getur þú gerst áskrifandi með því að fara inn á samstöð.is það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftir sem er 2.750 krónur máttborgumur vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna þessi félagsgjöldin í alþýðufélagi það er mitt alþýðufélagi sem áur eitthvað samstöðina. Þetta maður smá auglýsingar og svo tölum við það góða í heiminum. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef að það er ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagallerið stétt, Bolholti 6, opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is